Já, komið þið sæl aftur. Biðjum ykkur að afsaka þessi smávægilegu tæknivandamál. Ísak heiti ég sem sé og teymistjóri í teymi efnamála hjá einhverri stofnun. Og mér langar að bjóða ykkur velkomin á þennan fyrirlestur efnin í umhverfi barna. Við fengum margar góðar spurningar síðustu daga og reynda að laga efni fyrirlesturins að þeim. En það var reyndar einhverja fleiri mér að berast bara núna fram á síðustu stundu sem við kannski náum ekki til að tækla efni fyrirlesturins. En þið getið haldið áfram að senda spurningar líka inn í útsendinguna og við reynum að svara einhverju þeirra eins og tími vinst til þegar kynningunni er lokið. En þeim verður síðan öllum þessum spurningum svarað skriflega og við birtum svörin á vefstofnunarinnar og þegar þau eru komin inn þá verður settur hlekkur inn í viðburðin á Facebook. Þannig að þið getið séð svör við öllum spurningunum þó að við komumst ekki yfir það núna í kynningunni. En við skulum kannski bara ekki hefja þetta frekar núna og ég bið bara Bergljót að ríða á vaðið. Jæja, nú vona ég sem fyrir að tala réttum tíma og ég vona að klippist ekki aftur á útsendinguna. En nú ætla ég að byrja þetta og ég ætla að byrja að segja ykkur af hverju ég er hér til að fjalla þetta málefni. Ég var sem sagt að læra umhverfisverkfræði þegar ég var ólétt af fyrsta barninu mínu og við þurftum að hafa mikið fyrir því að geta barn, ég og maðurinn minn. Við erum eitt af fjölmörgum ófrjóum pörum sem eru út allt í samfélaginu og það er eiginlega ótrúlegt en ég held ég þekki fleiri á mínum aldri sem eiga erfitt með að eignast börn og þurfa einhvers konar inngrip heldur en fólk sem getur eignast börn á náttúrulegan hátt. Og það er talið að lifnaðarhættir okkar og þar með talið skaðleg efni í umhverfinu okkar séu stór þáttur í því að frjósemi fer ört minnkandi. En allavega, sagan endaði vel og þetta var 2014 barni eftir smásjárfrjóvgun og síðan þá hafa hún reyndar bæst 2 börn til viðbútar. En á þessu tíma kveiknaði þessi rosalega þörf hjá mér að vernda litla frumuklasan sem mest fyrir utanaðkomandi áhrifum, eins og bara flestar mæður fá svona tilfinningu fyrir þessu. En ég tók eftir í mæðraverndinni var engin fræðsla þessi mál. Ég hafði þó mikla innsýn í umhverfismengun í gegnum námið mitt og var því eilítið heltekin að þessum falda vágesti í umhverfinu. Ég ætla að byrja á því að fara örstutt í af hverju það skiptir sérstaklega máli að lágmarka útsetningu barna fyrir skaðlegum efnum í umhverfinu. Þið kannski muni eftir þessari frétt. Þetta er sem 2019 og það var barn á Íslandi sem lenti í geðrofi. Geðrof er mjög alvarlegt ástand þar sem sjúklingur missir tengsl við raunveruleikann, fær ofskynjanir og fleira. Og ástæðan fyrir geðrofinu var að barnið hafði verið að handfjalla slím. Og þetta er eiginlega bara ótrúlegt og mjög sjokkrandi fyrir okkur öll að sjá og heyra. Því öll viljum við það besta fyrir börnin okkar. En af hverju fá þessi efni í umhverfinu ekki meira athygli? Mér langar að þakka ykkur fyrir að koma í dag og hlusta og biðja ykkur að meðtaka eins mikið við getið og breiða svo út boðskapinn, því við erum í þessu saman. Heilsuspillandi umhverfismengun getur haft mjög víðtæk áhrif. Hún getur orsakað fæðingagalla, innkirtlasjúkdóma, sjálfsofnæmisjúkdóma, astmaofnæmi, ófrjósemi, hefur stökkbreytandi áhrif á frumur í líkama okkar, ýtir undir taugaþroskaraskanir eins og ADHD og einhverfu og svo framvegis. Og börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir þessu skaðlegu efnum í umhverfinu vegna þess að þau eru að vaxa og þroskast og þau eru með miklu hraðari frumu- og efnaskipti en við erum með. Þau anda meira, borða meira og snerta meira hlutfallslega en fullorðið fólk. Fyrir utan það þá vilja þau káfa öll og smakka á öllu eins og þið þekkið og skríða svo fáklætt á gólfinu. En leiðirnar sem að efnin berast inn í líkamann með eru svona aðalega 3. Það er í gegnum inntökuna að borða að drekka eitthvað og þannig tekur líkaminn efninu upp í gegnum meltingaveginn og svo eru það efni sem við tökum inn með öndun og snertingu. Með öndun tökum við inn loftborin efni, lofttegundir eða agnir sem berast inn í öndunarveginn og setjast fyrir í lungnavefnum og berast jafnvel út í blóðrásina. Og svo hafa sum efni einnig greiða leið í gegnum húðina, bæði við snertingu og sér í lagi ef við berum efnin á okkur. Og svo að lokum, rétt áður en við förum í ráðin góðu, sem ég ætla að deila með ykkur, þá ætla ég að tala uppspretturnar. En þær eru bara allt í kringum okkur og óteljandi. Þessar augljósustu eru samt matvælin, snyrti- og hreinlætisvörur, ræstivörur, húsgögn,
matreiðsluáhöld, leikföng, efna- og iðnaðarvörur, raftæki, textíll og svo umferðarmengun og bara margt annað. Og þá komum við að þessar góðu spurningu sem við ættum náttúrulega að vera að spyrja okkur að hvað getum við gert? Og þetta bara, það bara jákvætt að við höfum bara þó nokkuð mörg góð og góðar og einfaldar aðferðir til þess að bæta umhverfi okkar. Og ég ætla að fara yfir þetta, byrja að fara yfir svona æviskeiðin, hvað við getum hugsað alveg frá meðgöngu og þangað til að börnin okkar verða unglingar. Sko, þetta getum við gert. Við getum ákveðið að verða náttúrulega fallegar dýfur sem látum aðra málningavinnuna. Og með þessu meina ég að það bara gott að reyna að minnka öll efni sem við notum, ekki lita hárið, allavega alls ekki með heimalit eða venjulegum hárgreiðslustofum. Ef það ekki komist hjá því að lita hárið þá gott að gera það bara eins sjaldan og mögulegt og velja þá grænar hárgreiðslustofur sem nota skaðlausa liti. Það allavega 2 þannig í Reykjavík. Og þegar við viljum nota snyrtivörur að velja þá umhverfisvottaðar og lífrænt vottaðar snyrtivörur. Nota líka umhverfisvottaðar hreinlætisvörur eins og sápur og krem og þess háttar. Sleppa bara öll ilmvatni og öðrum ilmefnum í húsinu og umhverfinu okkar og forðast að nota efnavörur. Þess vegna sagði ég þarna, við ættum að láta aðra málningavinnuna. Sko, það auðvitað allt í lagi að mála barnaherbergi eitthvað slíkt, en lofta þá bara vel út og svona, en maður á að reyna að forðast lím og málingu og lökk og pússa og vera mikið í svona framkvæmdum meðan maður með barni. Það gott að velja alltaf gler eða eitthvað annað í staðinn fyrir plast. Sleppa alltaf hársprayi sem svona úðast út allt og við öndum að okkur og öðrum svona vörum í úðabrúsum. Og svo borða hreina fæðu, helst lífræna eða lífrænt ræktaða. Svo gott að velja umhverfisvottaðar hreinsivörur. Það komið bara gott úrval af þeim, þá ég meina restivörur, þar sem við notum til að þrífa heimilið. Og gott að takmarka naglalakk og naglalakkshreinsi. Og ef við ætlum að nota naglalakk og naglalakkleysi að velja þá vel og það hægt að fá til dæmis svansvottaða naglalakkleysi bara út í búð. Þá förum við á næsta stigi sem ungabörnin. Á bara þessum tíma má líka hafa það sama í huga og á meðgöngu. Foreldrar ættu að takmarka ennþá hvaða vöru þau velja á sjálf sig og ég gekk nú svo langt þegar ég var með hvítúðunga sjálfa, ég bað fólk sem vildi heimsækja nýfæddu börnin mínum að bera ekki á sig ilmvatn eða annan ilm áður en það kom til okkar. Enda sko fyrir utan að vera ertandi og ofnæmisvaldandi þá viltu auðvitað ekki að ilmvatnslyktin af öðrum yfirtæki góðu ungbarnalyktina af barninu þínu. En að auki þá þurfum við að huga að hlutum eins og til með snuði og túttum. Það mjög gott að velja 100% náttúrugúmmí eða food grade silikon sem án allra bisfenolefna. Að gera sjóða allt samkvæmt leiðbeiningum, sérstaklega fyrir fyrstu notkun, en fyrsta suðan til þess að losa framleiðsluefnin úr vörunni. Það þarf líka að endurnýja snuð og tútur reglulega leið og sést á þeim. Varðandi krem og hreinlætisvörur, það það almennt svo að börn þurfa ekki sápu, allavega ekki mikla sápu og sérstaklega ekki ungabörn, þannig að það bara best að sleppa því fyrir ungabörn og ef þau eru með mjög þurra húð og þurfa að raka krema þá bara velja þessi ofnæmisprófuðu lyktarlausu. Mjög mikilvægt að nota umhverfisvottuð ofnæmisprófuð þvottaefni fyrir allan textíl og fatnað fyrir börnin. Það þarf alltaf að passa að þvo allan nýjan textíl, teppi, rúmföt, helst dýnuhlífar og allt áður en það tekið í notkun vegna þess að það losnar mikið af skaðlegum efnum frá nýjum textíl og það hægt að minnka útsetninguna með því að þvo fyrir notkun. Muna að sleppa ilmvötnum og ilmkertum á heimilinu, svo vorum að tala og ef við farið á fullt í hreyfigerðina þá best að velja bara notuð húsgögn
því að þau hafa nú þegar fengið sína útlöftun, velja umhverfisvottaða málningu, það er þetta svanurinn og Evrópublómi eru mjög góð merki þar, og þegar kemur að þrifunum að muna eftir vottuður hins efnunum, loftu vel út og vera ekki nýbúin að mála þegar barnið fæðist. Þannig að það sé þessi svona mesta útloftun og útgufun búin að eiga sér stað þegar barnið fæðist. Þá kemur næsta stig, það eru smábörnin. Nú byrja ballið, þau skríða út um allt og snerta og smakka allt. Og smá saga ætla að minna ykkur á hvað þessi kríli geta gengið langt í smakkinu. Þá heyrði vinkona mín daginn svona krönsi hljóð og sá að sonur hennar 18 mánaða var að smjatta á einhverju stökku. Og sem kom í ljós og voru táneglur mannsins hennar. En hann hafði verið að klippa þær og gleymt að henda þeim. En táneglur eru langt í frá að vera skaðlegast sem barn getur sett upp í svo heimilinu. Ég vildi bara minna ykkur á með þessari sögu að þau smakka á öllu. En þó ég sé ekki hér til að tala um eiturefni eða slysahættur, þá langar maður að benda á að hættuleg efni eiga ekki heima á barnaheimilum. Og það bara skipti bara út eiturefnum og setji inn umhverfisvottu efni og þú leyfir ekki barninu inn að drekka svansvottaðan uppþvottalög en það bara munar mjög miklu um þetta. Og svo skiptir mjög miklu máli að velja leikföng sem eru hæg fyrir börn á þessum aldri, bara sleppa öllum leikföngum sem ilma og þeim sem klístrast og þeim sem eru úr mjúku plasti og ekki velja gömul leikföng, passa að kaupa leikföngs frá evrópska efnahagssvæðinu, ekki panta beint frá kínverskum eða öðrum asískum netverslunum. Leikföng eiga öll að vera CE-merkt sem eru til sölu á Íslandi, annars eru þau ólögleg og hafa það bara í huga. Næsta æviskeið, þá eru börnin orðnir krakkar og þið munu kannski eins og ég eftir gömlu góðu lyktartússunum sem allavega mín kynslóð sniffaði af fullum krafti í áraraðir. Það voru svona sítrónu og lakkrís og kívílykt og maður gekk svo langt að lita svona þykkt lag fyrir neðan nefið á sér til þess að njóta lyktarinnar löngu eftir að föndurtímanum var lokið. En það er einmitt á þessum aldri sem börnin byrja að leika sem meira sjálfstætt og nú er að gera að velja föndrið, lím og annað föndurefni sem hæfir aldri og notkun og í þau skipti sem við erum að leyfa efni eins og lím fyrir sérstök verkefni að þá lofta vel út og þú hendur eftir á. Þarna þarf líka að muna að snyrtivörur, jafnvel þó að séu markaðssettar sem leikföng, ættu ekki verið í boði og einnig hinn ýmsu baðbombur og annað sem er fullt af ilm og litarefnum. Já, ég er náttúrulega alveg óþolandi mamma. 7 ára dóttir mín fekk alveg rosa flotta tösku fulla af svona barnasnyrtivörum, svona sem klínast út um allt andlit og naglalakk sem dettur af og þannig. Og ég fekk svona geðrofs slímtilfinningu þegar hún opnaði gjöfina. Settist niður með henni og útskýrði á einfaldan hátt og bað hann að taka þá þrosku ákvörðun að koma með mér í búðina, skila þessari tösku og fá að velja fyrir peningin alvöru snyrtivörur. Þannig að hún endaði með að fá voða fínt varagloss og kynnalit og þannig sem var lífrænt vottað að sjálfsögðu og ætlað sem snyrtivörur. Og þarna gátum við fundið skárri leið sem allir getur sæst á. En ég teka fram að hún fær ekki málasög hverju degi, þetta er bara skásti kosturinn í leik. Nú á þessum aldrei tíðkast einnig að hafa gömul veski og skart og slíkt í boði í búningaleik fyrir börn og það er líka oft til dæmis í leikskólum og bókasöfnum og slíkt hef ég séð. En það er betra að sleppa öllu svona gömlu skarti, það getur innihaldið þungamálma og annað óæskilegt og einnig eru gömul svona plastefni í veskjum og beltum og húfum og höttum oft, já, og svona gamalt plast, það er farið að leka meiri í skaðlegum efnum. Þannig að það má hafa það í huga. Svo er gott að velja votta, fingra og föndumálingu og gera bara heimagerðan leir og slím úr matvælum. Það er alveg frábærar uppskriftir til að bæði slími og leir, því það er ekki nú öll trölla leirin en það er líka hægt að gera slím. Þannig að það verður einhverju glaðir að heyra það. Og við bara birtum þessar uppskriftir á vefnum okkar eftir viðburðinn. Já, og bara minna á enga ilmtúsliti.
Þá komum við á unglingunum. Þeir mega ekki gleymast, en sko, þetta unglingaherbergi sem þið kannast við? Erum við ekki að tala meira svona svolítið sveitt ástand á pizzukassa? Eða allavega í sumum unglingaherbergjum það þannig. Og þá langar mig að minnast á nokkur efni sem eru bara til dæmis skyndibituumbúðir og örbylgjupopp og slíkt. Þetta sem sagt oftast húða með fitu fráhrindandi efnum sem eru skaðleg heilsu og þannig að það bara gott ráð að þú veist, best náttúrulega að mæta á skyndibitastaðinn með fjölnota box, en ef það er erfitt þá allavega ekki geyma skyndibitann í umbúðunum upprunalegu, færa þið yfir í betri umbúðir og til dæmis ef það verða að hita núðlur úr einhverju núðluboxi eða eitthvað slíkt, að færa þá úr boxinu yfir á disk og hita þannig, af því að það borgar sig aldrei að hita í þessum plast efnum. Svo bara að benda á, þetta kannski sérstaklega þarna, að lofta út, það má reynda bara minna á allsstaðarheimilinu mjög mikilvægt að lofta út reglulega, allavega 2 á dag í nokkra mínútur í senn. Og það þarf að passa alltaf að rykhreinsa vel, vegna þess að skaðlegu efnin festast í rykinu. En það má benda unglingum líka á að velja vel snyrtivörur, eins og við höfum talað áður, bara að velja lífrænt vottaðar eða umhverfisvottaðar. Minna á að nota bindi og túrtappa úr náttúrulegum efnum og alls ekki með einhverjum ilmefnum. Á þessum aldri eru börn líka ofta að fá rúm, kannski í fermingargjöf eða það verða svona skipta úr barnarúmunum yfir í unglingarúmin og þá bara gott að velja mjög vel, velja annarkvort náttúrulega efni eins og ull eða hesthár og eða þá ef það á að fara í gormarúmin að velja þá með svampi sem er vottaður, ökutexvottaður og passa að sé allt innihald í rúminu með ökutexvottun að minnsta kosti eða svansvottun. En það sé ekki bara yfir breiðslan, það er líka gott að passa að svampurinn og allt innihaldið sé vottað. Og svo má líka minnast á raftæki, þau gefa frá sér skaðleg efni og það er gott að gera ekki eins og þarna í þessu unglingaherbergi að vera með raftæki upp í rúmi hjá sér, geyma þau bara fjarri svefnstað og svo framvegis, ekki sofa með síma og tölvur uppi hjá sér. Rétt, næst ætla ég að fara yfir í hvað er hægt að gera í hverju rými á heimilinu fyrir sig, en fyrst ætla ég að tala aðeins munin á þessu skaðlega efni eða eitur. Og að því að sumir eiga kannski bágt með að trúa því að efni sem valda öllum þessum áhrifum sem ég lýsti áðan sé leyfileg. En málið er að skaðleg efni er ekki það sama og eitruefni. Eitruefni valda svona skyndiáhrifum sem koma bersýnilega í ljós strax og þá er hægt að beintengja áhrifin við efnið. En skaðleg efni aftur á móti, þau valda oftast ekki slíkum eitrunareinkennum. Þau eru svona ósýnilegri, taka tíma að koma fram og erfitt að reikna út áhrifin af þeim vegna þess að það er háð bæði tímalengd útsendingarinnar og magninu hvort og hvenær einkennin koma fram. Þannig að mannslíkaminn er reyndar mjög góður í að vinna á efnum og getur skilað út skaðlegum efnum einhverju leyti, en þegar magnið verður of mikið eða í of langan tíma, þá ræður líkaminn ekki við allt áreitið og efni byrja að valda skaða. Þannig að sjúkdómar sem eru að greinast miðjan aldur geta verið afleiðing af útsendingu skaðlegra efna á barnsaldri eða í móðurkviði. Þannig að höfum þetta bara í huga, svona aðeins að minna á hversu mikilvægt það er að taka mark á þessu öllu. En þá skulum við færa okkur yfir í eldhúsið og ég ætla bara að fara yfir nokkur svona einföld og ódýr ráð til þess að bæta umhverfið í eldhúsinu. Og það er bara að velja lífrænt vottuð matvæli eða bara vönduð matvæli. Reyna að sleppa matvælum sem innihalda mikið af þráarnarefnum og svona aukaefnum. Og bara vara sig á markaðssetningu, ég til dæmis skoðaði daginn í snakkpoka sem að dóttir mín var að sníkja og framan á þessu snakkpoka var tígrisdýr og augljóslega verið að markaðsetta gagnvart börnum og ég sný pokanum við og les innihaldsefnin og þar stendur bara í smáu letri auðvitað, getur valdið atferlis og hegðunarbreytingum hjá börnum. Og þið getið ímyndað ykkur hvort ég hef keypt snakkið eða ekki, en hugsið ykkur að þetta er bara í innihaldsefni í matvælum sem markaðsett fyrir börn.
En allavega, við skulum byrja á því að útrýma sem mestu plasti úr eldhúsinu. Og það gerum við með því að skipta bara sleifum og ausum og spöðum og svoleiðis yfir í bara afurðir úr tré, viðaráhöld sem sagt, og skipta líka plastumbúðum og boxum og svona yfir í glerílát. Og þess að nota þá glernestisbox og gler box til þess að geyma afganginn í ísskápnum. Og má líka nota tómar glerkrukkur sem einu sinni voru matvæli til þess að geyma. Sleppa öllu sem heitir non-stick, velja þá svona keramík eða steypujárn eitthvað slíkt til þess að elda á. Svo bara, brettin, þau eru oft úr plasti hjá fólki, best að skipta þeim yfir í viðarbretti. En svo vil ég líka benda á að það erfitt, þetta náttúrulega kostar peninga fyrir að kaupa allt nýtt, að það erfitt að skipta út öllu plasti, að þá allavega nota það rétt, ekki hita í því, ef þau eru að nota plastáhöld, ekki skilja ausuna eftir í súpunni, að því að bæði hiti og fita leysa skaðleg efni í plasti. Og ég vil benda á að diskar og hnífapör fyrir börn eiga helst að vera bara út úr postulíni, gleri eða stáli, og það fyrir þau börn sem eru ennþá þeim aldrei að vera að henda á gólfið öllu sem lagt fyrir fram að þau, þá bara velja svona silikon, food-grade silikon eitthvað vandað. Allavega ef að plastdiskarnir gömlu eru orðnir rispar, þá bara henda þeim strax og flokka þetta í réttan farveg. Já, ég held þessi búin þá núna með eldhúsið. Jú, þarf líka alltaf að rykhreinsa og lofta vel út. Þá komum við að barnaherberginu og þarna skiptir bara mjög miklu máli að velja leikfangvel. Er það klístra leikfangið? Er það með einhverju lykt? Er það mjúkt plast? Er það raftæki, sérstaklega gamalt raftæki, eitthvað sem ekki ætlað sem leikfang? Ef það er eitthvað, ef að svarið við þessum spurningum er já, við einhverjum þá bara á þetta ekki heima í barnaherbergi. Við viljum einmitt passa eins og ég sagði áðan að leikföngin séu CE-merkt. Fyrir barnaherbergi skulum við líka velja umhverfisvottaða málingu og við viljum alltaf gera það bara öllu heimilinu og önnur byggingarefni líka. Og við viljum velja notuð, vönduð húsgögn sem að því að þá hafa þau fengið þessu loftinu sem við talaðum áðan. Gamalt plast og ekki heim í barnaherbergjum og minni á að þvo textíl fyrir fyrstu notkun. Það er alltaf, þá erum við aftur að tala rúmföt og fatnað, allan fatnað og slíkt. Í þvottahúsinu þá getum við skoðað alla sápur, tannkrem, sólavörn og aðra snyrtivörur og athuga hvort að það sé umhverfisvottað. Við viljum nota bara umhverfisvottað fyrir börnin okkar. Við viljum auðvitað bara lágmarka og takmarka það, sápurnar og það sem við erum að smyrja á þau. En það sem við þurfum að nota, það veljum við vel. Og við viljum tryggja loftinu og þrif eins og mögulegt er á þessu herbergi eins og öðrum í húsnæðinu. Og sleppa ilmefnum. Í þvottahúsinu þá viljum við líka velja hreinsiefni og þvottaefni sem eru umhverfisvottuð og ofnæmisprófuð og sleppa bara mýkingarefnunum og tryggja loftinu og þrif. Svo langum við aðeins að tala garðinn. Að vottar byggingavörur skipta bara mjög miklu máli og hvort sem það er innanhús eða utandyra og það er hægt að fá bara góðar umhverfisvottar byggingavörur í miklu úrvali og það er náttúrulega þannig að ef við málum húsið okkar að utan og svo rignir á það og það skila sér út í jarðveginn og umhverfið okkar í kring og við viljum ekki nota eitur í garðinn okkar, gróðudrepandi efni og slíkt. Og það er bara oft hægt að finna góða náttúrulega lausnir og það er til dæmis bara fullt af góða lausnum inn á heimasíðun okkar
börn.is sem er svona fyrir grænan lífstíl. Og ég meina allavega börnin mín, þau fóru bara út í garð og tína blóm og gramsa í moldinni og snerta laufin og svona, og þá viljum við ekki vera búin að setja eitur í þetta umhverfið þeirra. Svo langum að benda á ferðinni, hvort sem það er inn í bifreiðum eða á leiðinni í strætisvagna eða bara í göngutúrnum, að þá að huga að loftgæðunum. Við þurfum að standa saman hreinna útiloft með því að hvetja hvort annað í að bara velja betri eldsneytiskosti heldur en jarðefnaeldsneyti, en líka að bara drepa á bifreiðunum, ekki, bifreiðar í lausagangi eru ekki góðar og sérstaklega ekki nálægt leikskólum og skólum. Það er líka hægt að hvetja og taka ákvörðun að nota ekki nagladekk á höfuðborgarsvæðinu og hvetja aðra sem þið þekkið til að gera það ekki. Þetta er allt liður í að bæta útiloft barnanna okkar. Og svo er líka mjög sniðugt að velja gönguleiðir eða fara í göngutúr sem er fjarri umferð, ekki vera að labba með börnin rétt við umferðaræðarnar, vegna þess að styrkur umferðarmengunar er alltaf mestur nálægt uppsprettunni. Traustarvottanir venjur, það er næsta sem ég ætla að tala um. Og það er bara mjög gott að venja sig á góðan og mikinn handþvott. Bara kenna börnunum að þvo sér alltaf þegar þau koma inn og náttúrulega efnin í umhverfinu, þau setjast á hendurnar yfir daginn. Og ef við erum duglega að þvo okkur, þá berast þau minna til okkar. Og svo bara gott að kenna börnum strax hvað má setja í munninn. Þau eru alltaf að setja eitthvað í munninn. Þú veist, ég á 7 og 9 ára börn sem eru ennþá að setja hluti í munninn. Þannig að maður þarf stanslaust að vera að minna þau á, þú veist, ekki naga endurskinsmerkið þitt og slíkt, og tala við þau efnin í umhverfinu, kenna þeim án þess að hræða þau og tala við aðra, tölum saman þetta. Þannig að þetta verði hluti af því sem við erum að pæla í gagnvart svona velferð barnanna okkar. Og svo er auðvitað alltaf best að sleppa því að kaupa hluti, af því að það eru hlutinni sem við erum að kaupa og hlutinni sem við erum að nota sem eru að orsaka þessi umhverfisáhrif. Og það er alveg óþarfi að vera að bæta í efnasúpuna okkar með því að kaupa nýja hluti. Það eru til nokkuð merki sem auðvelt að treysta og við verðum öll að vera meðvituð grænþvott. Og ég vil taka eina dæmi þegar dóttir mín fékk í jólagjöf síðast dúkku og hún var með svona mjúkri húð. Amman hafði keypt dúkkuna með mjög góðri samvisku, vitandi hversu ég er mikið efnafrík. Og dúkkan var auglýst með þessum orðum, framleidd úr gæðahráefnum, náttúrulegum efnum og engin viðbætt skaðleg efni. Og mamma, hún trúði þessu þetta og keypti dúkkuna. En ég var strax tortryggin því að mjúk plasthúð inniheldur nær örugglega efni sem getur verið hormónaraskandi. Þannig svo þegar barnið tekur dúkkuna úr pakningunni og fyrsta sem gossar upp er þessi svakalegi vanilluilmur. Og ég hugsa bara, já, einmitt, engin viðbætt efni. En barnið var bara 9 ára og 3 ára og þess vegna reyndist erfiðara að útskýra fyrir henni heldur en þessi 7 ára að tilbúnir ilmir eru hormónaraskandi og ofnæmisvaldandi. Þannig að ég brá að það ráða að þvo dúkkunni vel með þvottapoka og reyndi svo bara að ýta öðru dót að henni á næstu dögum þangað til að áhuginn var farin að dvína. Og þá gat ég farið að skila dúkkunni og keypti aðra svona Ökotex-vottaða og plastefnalausa í staðinn. Þannig að maður reynir að vera diplómati þegar kemur á þessu. Mér langar að fara bara eldsnöggt í gegnum vottanir sem er hægt að treysta. Hérna eru nokkrar sem eru lífrænar vottanir. Tún er íslensk vottun fyrir lífrænt vottuð matvæli og svo er Evrópulaufið hérna fyrir neðan sem er mjög gott lífrænt merki líka, þessu er hægt að treysta. EcoCert er merki fyrir lífrænt vottaðar snyrtivörur oftast og svo erum við með gottsmerki sem er fyrir lífrænt vottaðan textíl. Og skulum bara muna að þó það heiti Dr. Organic, þá er ekkert endilega organic. Það má
auglýsa vöruna og segja inniheldur lífrænt ræktuð hráefni, en það þýðir ekki að varan sjálf í heild sé lífrænt vottuð. Þannig að við þurfum að hafa þetta svolítið í huga og vera að læsa á þetta. Þetta eru umhverfismerkin traustu, það eru fleiri, en þetta eru svona helstu sem eru boðið í Íslandi. Það er Evrópublómið, hann er eitt gott merki sem heitir Broa Miljóval, en Svanurinn er kannski það sem við þekkjum helst. Og þetta er allt mjög góð merki. Blái engill er líka á Green Seal, eru líka traustu umhverfismerki. Og svo hefur við minnst nokkur svona á Ökotex, en það er svona umhverfismerki sem að þýðir ekki að textíllinn sé lífrænn, en það þýðir að hann uppfyllir sem sagt kröfur svona hámarks skaðleg efni í textílnum. Og svo að lokum þá ætla ég bara að minna á að það er ekki hægt að gera allt, en margt smátt gera eitt stórt, og í þessu tilfelli þá snýst okkar hlutverk að fækka smáu hlutunum til þess að koma í veg fyrir stóra vandamálið. Og við getum aldrei útrýmt öllum efnunum í okkur umhverfi, og meira að segja, ég þarf að minna oft sjálfa mig á og fá ekki mömmu samviskubit, því ég er ekkert 100% í þessum málum. Ég hef alveg lent í því að kaupa óvart blikkskó á línuna eftir mjög mikla pressu, og örþreyttar mömmur þurfa bara stundum að fá smá break. Þannig að en þá var líka breytt í stöðunni. Næsta skipti sem ég keypti skó, það voru það ullarfóðruð stígvél og kuldaskór úr náttúrulegum efnum. Þannig að við bara gefumst ekki upp, gerum okkar besta, og ég hveti ykkur til þess að bara breiða út boðskapinn. Og ætla að óska ykkur að lokum bara góðs gengis að lágmarka efnin í ykkar umhverfi. Takk fyrir þetta, Bergljót, þessa gagnlegu og skemmtilegu kynningu. Við erum búin að fá ýmsar spurningar, ég er nú reynt að svara einhverju nú þegar. Það er spurning hvort við reynum að grípa eitthvað. Þú ert nú búin að svara heldur til svona hvernig við getum vita hvort við eru vottaðar, sem er spurning sem hefur komið upp. En sem dæmi er hér spurning, einhver spyr, hvað með álbrúsa á Nestisbox? Já. Hvað segir þú það, Ísak? Sko, ég myndi frekar velja stál en ál getur alveg verið í góðu lagi, og þetta fer kannski, og Nestisbox myndi ég ekki hafa ágjör á, það er svona aðeins meiri spurning með drykk, það fer eftir notkun og fer kannski stoltið eins og margt eftir gæðum vörunar, þannig að í mörgu tilfelli gott að hugsa út í það að kannski reyna að kaupa góða vöru, einmitt eins og þú nefndir fyrir þessu, ekki kaupa það allra ódýrasta sem þú færið í einhverju netverslun, því að þá er svona erfiðar að treysta því, og almennt séð eins og þú nefndir líka, þá er kostur að þetta hafi haft viðkomi hjá evrópskum birgjum til að það geti að vera gripið í eftirliti, frekar heldur en netverslun, persónuleg netverslun. Það væri svona minn útgangspunktur varðandi þetta. Já, ok, þannig að við erum að mæla frekar með gler drykkjabrúsum og stál drykkjabrúsum, ekki satt? Það væri mitt fyrsta val. Já. Önnur áhugaverð spurning sem ég sé hérna er varðandi hárlitun fyrir unglinga. Af því að nú er ekki geta verið hættulegi litir, en hér er verið að spyrja hvort að hennalitir séu mögulega skárri kostur eða hvort það séu til svansvottaðir hárlitir eða hvað sé hægt í þessu. Já, sko Norðurlöndin eru langt á undan okkur í þessum málum varðandi hárlitina, og til dæmis er óléttum konum bara svona semi-bannað að fara í hárlitun í Danmörku, en þar er komin þessi sterka stefna hárgreiðslustofur sem að bara bjóða upp á betri kosti, og það eru 2 svoleiðis hárgreiðslustofur í Reykjavík allavega. Það er Sens á Njálsgötunni og Grænastofan sem er í einhvers staðar misvæðis, man ekki hvers, og þær eru bara mjög flinkar þar og taka þessu mjög alvarlega, og það er engin lykt þegar þú labbar þar inn. En auðvitað mælum við ekkert með hárlitun eða notkun svona kemískra efna fyrir börn og unglinga. En eins og ég segi, bara alltaf, þú veist, ef það er ekki að komast hjá því, að bara velja þá skásta kostin. Já, akkurat. Nú við, hvað rækja augun í þetta? Jú, gætirðu nefnt dæmi leikfengur mjúku plasti sem við viljum forðast. Ég get haft innskot þar, svona það fyrsta sem mér dettur í hug.
Sko varðandi mjúkt plast að þá mjög gott að varast sérstaklega gamalt mjúkt plast af því að þar voru ekki komnar inn reglur mýkingarefni í hart plast. Þannig að til dæmis gamlar dúkkur eitthvað sem dettur strax í hug sniðugt að taka bara úr umferð eða ef þetta eitthvað sem hefur, svo við stundum bent á, eitthvað sem fólki þykir sérstaklega vænt að leyfa þá ekki að leika með það dagsdaglega heldur kannski bara spari af og til eitthvað þannig að útsetningin sé minni. Býttu nú við, ef að reyna að ná einhverju einn í viðbót. Það hafa komið spurningar hvort hann verið aðgengilegur fyrirlesturinn og hann verður birtur, trú ég. Þannig að þið getið horft á þetta aftur seinna. Það endur ein góð aðferð sem ég man núna eftir. Það talað að sko, maður þarf að hafa varhuga ef maður vill ekki að börnin séu til þess að japla á einu plasti sem mýkra en legokubbur. Það svona gott viðmið að hafa. Afsakið ég greip fram í. Af því að þeir eru nefndir sérstaklega legokubbar, það má alveg segja að mjúkt plast meira áhyggjefni en hart plast og það greinilega sé ég búið að spyrja hérna sérstaklega eldra lego og dúfló en við vitum ekki annað en það sé í lagi, það verður alltaf verið úr hörðu plasti og ekki með þessum mýkingarefnum sem við höfum áhyggjur af. Ég held að við séum í raun og veru bara að renna út á tíma. Þakka þér kærlega Bergljót fyrir mjög góðan fyrirlestur og ykkur sem að sendu spurningar og eins og kom fram í byrjun, ég vonaði að við heyrt það þrátt fyrir smá erfiðleika í útsendingunni, að öllum spurningunum, þó við höfum ekki komist yfir það hér, þeim verður öllum svarað skriflega og birt á vefnum hjá okkur og hlekkur inn á þá síðu verður síðan settur inn í viðburðin á Facebook, þannig að þið geta komist í svör við öllum spurningunum sem þið hafið séð hérna í chatinu. Annars þakka ég bara fyrir okkur. Æðislegt, takk.